gaman að hafa þig heimsól. Takk fyrir það. Mér langaði bara að byrja strax á það sem þú varst að segja núna. Ef þú værir að tala við sjálfa þig. Já. Spurningi sem ég oft enda þættina. Já, Mér langaði svolítið að byrja á henni núna. Okay. Ef þú værir að tala við sjálfa þig, verandi 18 ára, með reynsluna sem ert með núna. Já. Hvort þú myndir segja við þig að fara í kynleiðréttingu? Ég er ekki viss. Mörgu leyti myndi ég vilja segja það við mig, því að fyrst þá hefði ferli orðið auðveldara líkanlega að segja því ekki búin að ná út hennar kynþroska sem ég hef búin að taka, skeggið og allt saman. En ég er ekkert viss ég hefði höndlað samfélagið þá. Fordóm og allt sem var í samfélaginu þá. Og það hefði geta bara gert út af mig, held ég. Hversu mikið hefur þetta breyst að því við erum að tala kannski bara segjum 20 ár? Alveg rosalega, myndi ég segja. Nú er ég búin að vinna svona kallavinnustöðum alla ævi og ég hef oft heyrt talað á kaffestöðum og í svona spjalli mjög ljótt og illa transfólk. Þetta sé bara frík og viðbjóður og kallar að djóka með hvað myndir gera þessi kona myndi, eða transmanniska kynskiptingur svo alltaf norða þá. Myndir reyna við, það var bara upp minn hef og náttu bara að berja manneskuna. Einmitt. Þannig að svona er ég búin að hlusta á alla ævi. En hvernig þegar þú ert búin að hlusta á svona alla ævi og á vinnustöðum, væntanlega einhverjar á þessum vinnustöðum sem þú hefur heyrt tala svona sem að þú umgengst ennþá í dag? Já, já. Hvernig er það? Þeir eru bara mjög stoltir af mér í dag. Okay. Og þá var það bara eitthvað svona djók, kallahúmor, reyna að slá sig, vera kallar og ekkert að baka við þetta. Hvar liggur línan þar að eitthvað raunverulega særi mann, bara það mikið að maður svona einhvern veginn getur ekki einhvern veginn svona önsýna það eða afheyrt það versus eitthvað sem bara, já, þetta var eitthvað sem var sagt á einhverjum tíma og ég skil að það kom ekki frá slæmustað. Ég veit það ekki, en á þessum tíma þegar ég hlusta á þetta, þá stakk þetta mér rosalega. Vitandi það að ég væri svona og ég hugsa alltaf hvað myndi þeir gera að ég kem út og þetta var bara til þess að maður fór ennþá lengri inn í skápinn sín. Hvar að þú segir þú vissir, manstu eftir punktinum þar sem að þú varst alveg viss? Já, ég man eftir honum. Ok, segðum frá því. Það var jólin 2014. Þá var ég að skrúa saman leikfeng með dóttur minni og það hallaði mig fram og það skein í skallan á mér. Ég var fann að fá hákollvik og skalla en þarna þegar ég sá í skallan á mér þá hugsaði mér bara svona, fokk, get ekki verið sköld kona. Og daginn eftir hrundi ég bara massíft þunglindi, rakaði með sköllótta, setta með deru og bara lífið hrundi niður. 2 vikur seinna var ég komin til sálfræðings, geðlæknis og komin á þunglindislif. Og var þá þú fer til sálfræðing og geðlæknis og fer þunglindislif og útskýrur fyrir þeim hvað það væri sem er að gerast inn í þér? Já, gerði það. Og hvað líður þá langur tími þar til að þú í raun og veru segir nú ætla ég að fara í leiðréttingaferli? Ár. Ég var byrjuð á lyfjum árið seinna, í janúar árið seinna. Þá var ég komin á hormóna og byrjaði að lifa sem ég. Ef við förum aðeins lengra aftur í tíman og horfið tilbaka, hvenær finnst þér svona í bara barnæsku að þú hafir upplifað, er eitthvað öðruvísi sem það á að vera? Eða sem unglingur? Kringum kynþroskaskeiðið, 12, 13 ára, 10, 12 ára, einhvers stað þar, man ekki nákvæmlega hvenær það var. En það var á þeim tíma sem ég byrjaði svona finna einhverja þörf fyrir að klæða mig kvenmannsföt. Og á þeim tíma voru enga bækur, ekkert internet, engin fræðsla. Hommar voru útskófaðir. Og já, þá fór ég að finna þessa þörf en vissi aldrei hvað þetta var. Nei. Svo ég vissi ekki að þetta var hægt að vera fæddur í röngu líkama. Nei. Af því umræðan var náttúrulega komið miklu styttra á þessum tíma. Það var bara engin umræða. Ég held ég að komin yfir 20 þegar ég sá einhverja grein í DFF í fyrsta skipti einhverja hlaupamannesku sem að hvort hún var dæmd úr leik fyrir að vera að keppa í hlaupi og ég man eftir þessari grein ég man ennþá hvernig myndin af manneskjunni er í huganum stóð komin í 20 ár síðan þarna tengdi ég eitthvað. Hvernig var myndin? Bara flott kona, í hlaupagalla hlýraból og stöðbuxum svört flott kona. Ég sá bara konu en hún hafði verið fætt sem kallmaður og farið gegnum þetta ferli. Hvernig þegar þú segir að þú byrja að upplifa að þú viljir fara að klæða í kvenmannsföt og eitthvað svona, upplifur að það væri skömm sem fylgdi því? Já,
alveg rosaleg skömm. Það var rosaleg feluleikur, skömm, en á sama tíma rosaleg velíðan. Þegar maður fór úr fötunum þá upplifði maður söknuð, en þú veist, feluleikurinn var það mikill að maður dró fyrir alla glugga, það leikur að maður límdi fyrir skráugætið þannig að enginn geti séð inn. Þegar maður var að stillast að sklæða sig upp. En þegar maður var svo ræddur það að maður bara tekin að lífi félagslega, ef einhver kemist að þessu. Og hvernig síðan þróunin eftir? Er þetta þá bara eitthvað sem þú gerir með reglulegum hætti og heldur bara þá alveg fyrir þig? Já. Og er eitthvað annað sem að, þú veist, er að því þú segir hérna jólin 2014, er eitthvað annað punktur miklu fyrr þar sem þú varst byrjuð að hugsa, heyrðu? Já, ég var hérna 2006-07 þá með þáverandi konu minni, vorum við sambúð saman, og þá var ég svona að reyna að skilgreina með sér klæðskipting, var búin að kynnast nokkrum í sömu sporum og ég, við fórum í svona sumarbústaðaferðir, á að leigðu bústaðar upp í Borgarnesi eða eitthvað staðar og hérna pakkaði eina ferðartösku í brunna upp í bústað, kom við í bónusuleiðin og keypti góðu matur og rauðvín og svona og svo vorum við bara alla helgina, það var bara málað, þú veist, meika, þú veist, allir tíminn það var bara kjólar og flott og rauðvín og heitur pottur í bikini og bara stelpuferðir og svo náttúrulega öllu pakka niður og allt þrýða af sér áður að fara heim. Þannig að þá var ég svona að reyna að skilgreina með sín klæðskipting. Fór og lærði förðun og þú veist, vann sér rennismér á daginn, make-up stór á helgum og kvöldin. Og hérna, en hún höndlaði þetta ekki og vildi skilnað. Út af því að þú væri klæðskipting? Já. Ok. Og hérna, þá, já, við skildum 2008 held ég. Og þá rasaði ég rosalega mikið út. Og hérna, vann sér rennismér alla daga og hérna, djamma allar helgarnir í bæ í kjól og háum hælum og hárkollu og svo einhvern veginn tókst mér bara að samfara sjálfa mig með að þú veist, þetta gengur ekki lengur, þú verður bara, þú veist, mér langaði að kynnast konu og þú veist, lifa eðlulegu fjölskyldulífi og ég náði einhvern veginn að blekka sjálfa mig og samfara sjálfa mig að þetta væri bara, þú veist, eitthvað tímabili sem væri bara búið og hérna losaði mig megna af fötunum og var bara sáttu þá og kynntist konu og hélt bara áfram að lifa. Hvernig, af hverju skilgreinir þeir sem klæðskipting, er það því það var auðveldara? Það var auðveldara og hérna einhvern veginn bara, þú veist, var ekki búin að átta mig á því að ég væri kona. Og síðan, hvað er þetta síðan langur tími sem þú svona ert að reyna að lifa? Þetta er hérna, ég kynnist konunni minni 2009, hausti 2009 og svo flytjum við til Noregs 2012, við eignum stelpu 2011 og við erum bara mjög hamingjusum og hamingjusamar og hérna flytjum til Noregs 2012 og svo er það 2013 þá fór konan að banka upp á aftur og ég hef oft sagt að hérna, þá var ég komin í burtu frá öllu og öllum búið komin í annað umhverfi og þá fór hún að banka upp á og ég ræddi þetta við konuna og sagði henni frá þessu. Ég var búin að segja henni frá því að ég hefði 8 tímabil sem klæðskiptingur og ég setti mig í stellingur og gerði það sem ég var vön að gera. Og það var eitthvað svona kallalegt. Skráði mig á skotunarnámskeið og hann ætlaði að fara að drepa aftur í Noregi. Ég hafði verið að veiða hérna heima í Íslandi. Þurfti að keyra 3 í viku í cirka 1,5 tíma í næsta bæjarfélag til þess að komast að námskeið í heilan mánuð. Og toppurinn við námskeiði var að hérna þegar ég var búin að námskeiðinu, þá komið myrkur, þá gæti ég keyrt aðeins í burtu, klætt mig í sokkabuxur og pils og 8 klukkutíma hérna 1,5 sem kona á leiðinni heim. Þú veist, komið við buxurnar og þú veist, njótast, en ég fór aldrei nýtt ofan. Af því það gæti eitthvað séð gegn gluggann. Þannig að það var bara neðan. Svo var maður alltaf með þarna, nút í maganum og maður skildi að stoppa á löggunni eða eitthvað. Stoppa á löggunni heimilt? Já. Hvað myndi maður gera að lögga myndi stoppa með og þú veist, strákur og hérna sokkabúsur og pilsa neðan. Hvernig er að vera að burðast með eitthvað svona sem er svona stór hluti af manni í svona langan tíma í innrúm? Það lítur að vera rosalega erfitt. Já, það er það. Hérna, einhvern veginn, þú veist, maður pældi ekkert mikið í því. Þetta var bara fylgdi manni og hérna einu sinni heyrði ég viðtal við eitt leikara sem að drakk mikið og hann sagði frá því í viðtalinu að þegar hann vaknaði á morgnana þá var hann svona farin að fara yfir daginn í huganum áður en opnaði augun, þú veist, þá hann að fara að tala um bíómynd þarna, þú veist, eitthvað uppistand þarna, eitthvað svoleiðis
hann fór svona að pæli hvað hann getur skotið sopa inn á milli yfir daginn. Ég var orðin þannig í restina, þú veist, ég vaknaði á morgnana, get ég eitthvað klætt mig upp í dag. Og ég var fann að finna alls konar afsakanir ef að við áttum að fara í árshátíð eða eitthvað ég og konan. Og stelpan var kannski með 3 kommur. Þá sagði ég bara, nei, við erum ekkert að fá pössu núna, ég skal bara sjá hana. Þá gæti ég fengið tíma fyrir mig. Já. Þannig að feluleikur var orðið þannig að maður fann að, þú veist, búa til tíma fyrir sjálfan sig. Koma alls konar afsakanir fyrir hinn og þessu. Þú segir að þegar þú ert komin í allt annað umhverfi, þá hafi þetta farið að banka upp á. Já. Heldurðu að ef þú hefði verið í sama umhverfi hér, bjóst ekki líka í litlu bæjarfélagi? Ég bjó í Reykjavík, sko, þegar ég flutti. Já, bjóst í Reykjavík, ok. En þú ert frá litlu bæjarfélagi? Já, ég er frá litlu bæjarfélagi. Heldurðu að þá hefði þetta tekið lengri tíma? Ég bara veit það ekki. Nei. Að ég fór í heimsókn til Ísafjarðar 2015. Þá var ég nýbyrja að lifa sem ég. Og ég var mjög kvíðin og mjög hrædd við að fara aftur heim í Ísafjörð. Og ég var plötuð viðtal á Ísafjörði í bæjarblaðið, Bæjarins besta. Og ég gleymiði aldrei þegar ég keyrði í burtu á sunnudegi að þá kvaddi í Ísafjörð. Ég hugsaði með mig hingað og ég aldrei aftur komið aftur. Já, það er bara svoleiðis. Já, af því ég held ég útskuðið þessu bæjarfélagi. En núna er ég búin að búa þar í 4 ár og mér finnst hvergi betur að vera. Já. Eru kostur og gallar við að búa í litlu bæjarfélagi? Já, það eru kostur og gallar. Já. Að Því það hefur kannski svona verið svona, ég veit ekki hvort ég kalla mýtu í gegnum tíðina svona að það séu meiri fordómar í minni bæjarfélögum en á móti kemur að maður náttúrulega kannski þekki miklu fleiri og að vissuleiti kannski meiri svona samhugur á milli fólks. Á mörguleiti, já. Og það sem er kannski svona snýra samfélaginu. Nú er ég búin að vinna sem rennismýri 20 ár. Ef ég hringi í bílan, eða eitthvað svona varhlutaverslun, þá er ég hægt að kynna mig sem nafni sem Veiga Gretasdóttir. Af því þá er ég bara vitlaus kona sem veit ekki hvað að segja. Þannig ég Er það svoleiðis? Það er svoleiðis, sko. Og þau sé búin að vinna sem rennismýri 20 ár. En þannig ég er hægt að kynna mér nafni og ég er bara að nota gömlu röddina fyrir alveg hérna, þú veist, já, mér vantar að þú planar hætti á mér eitthvað, þú veist. Og en á Ísafirði, þar get ég labba inn á bílaverkstæði á háum hælum og fara að tala um allt því að allir þekkja minn bakgrunn. Og sem er alltaf rosalega kostur. En kannski gallanir þar að ég get ekkert leikið þessa vitleysu konu, þú veist, viltu hjálpa mér, bílum minni bílaður? Bara gera þetta sjálf, þú veist. En hvernig, að því svona, við erum oft með svo rosalega lúmskar stereotypur í höfðun okkur, þannig að þú náttúrulega bara lýsa típiskri stereotypu. Hvernig er að upplifa þetta mitt? Að einhvern veginn við erum alltaf bara út af útlitinu, er maður meðhandlaður allt öðru? Já, það er svolítið spes upplifun og ég er svolítið mikið í því að augra samfélaginu, þú veist, já, þess að ég þekki. Og þú veist, ég fengi alls konar skotur á pappa og mömmu og systkinum mínum og vinum mínum og allt þetta, hvernig ég hegða mér og hvað ég má ekki gera. En ég fyrir bara að gera það sem ég langar að gera. Ég var enda sko líka búin að segja það sjálf mér þarna 2008 og 2009, þú veist, nei, það getur ekki verið að þú sett kona þegar þér finnst svo gaman að skjóta og gera bíla og keyra snjósleða og jeppa og svoleiðis. Konur gera ekkert svoleiðis. Þannig ég var búin að vera að samferða sjálfa mig um þetta líka, af því ég passa ekki inn í þessa stereotypu. Og Hvernig er það þegar að fólk fer í kynleiðréttingu? Erum við þá oft að gefa okkur að það sé þá bara svona ein tegund af að þeir sem breyti sér úr karli í konu, að þeir séu þá bara svona ákveðin tegund og verður og svona mjúk kona og einhvern veginn þannig? Þetta var þannig sko þegar, þú veist, fyrir mörgum ára síðan að þegar maður var að byrja í þessu ferli að þú veist, maður hafði sér sérstaklega til þess að fara og hitta læknana. Maður þurfti að leika á hvernig típu fyrir læknan til þess að fá að komast í gegn. Hvernig þá? Ef ég hefði mætt í gallabúsum og stuttarmaból, bara eins og þú ert klæddur, að þá hefði sögðu læknandi, nei, þú ert ekkert kona. Maður þurfti að leika þessa stereotypu. Þannig að maður fór í sokkabuxur og pils og kjól eða eitthvað svoleiðis, málaði þetta ekstra mikið, fór að hitta læknirinn, svo fór maður heim og þóði þetta af sér, skipti föt og fór ykkur þægileg föt. Þá var maður að leika þessa stereotypu. Og við vorum svona nokkra saman, tala svona okkar á milli, það var bara búið til svona standardteksta hvað maður átt að segja við. Þú tala um undirbúningin áður en það er ákveðið
Já, bara þú veist, í ferlinu þess að fá samþykki þess að fá að komast í gegnum ferlið, þá þurftu að leika þessa stereotypur. Hvernig einmitt, lýstu því aðeins, þetta ferli, hvað tekur að langan tíma og er erfitt að komast í gegnum þetta? Að fá samþykki fyrir því? Ekki í dag, nei. Það tekur ákveðin tíma að fá samþykkið, þú veist, þú ætti að fá okkur greiningu og ég byrjaði mitt ferli í Noregi og það er alltaf heiminn og haf milli Íslands og Noregs. Hvernig þá? Það er meiri forræðshyggju í Noregi. Ég fór til sálfræðings þar, bara sjálfstætt starfandi sálfræðings og ég fekk þessa greiningu sem heitir F64,0 sem þýðir að viðkomandi einstaklingur vill leiðrétta kyn sitt með bæði hormónameðferð og skurðaðgerðum og þá sendur hann mig áfram á Ríkisspítalann og þeir eru rosalega íhaldsamir þar. Þeir vildu meina að ég væri áhætti hópi með að sjá eftir þessu af því að ég var búin að lifa þetta lengi sem karlmaður. Ég spurði hversu mörg prósent sjá eftir þessu, það er víst 1-2%. Já, það er ekki hærri prósent en það? Nei, síðan þeirra 98% hefnast, vera sáttur og annaðir. En samt þessi 2% eru nótis að þeir draga þetta á langinu svo þeir mögulega geta. Þannig að ferlið er erfiðar í Noregi? Miklu erfiðar. Og ég hugsa að ég var ekki ennþá búin að fyrir aðgerið þegar ég búið þar áfram. Ég var ekki ennþá að biðlista. Einn af þeim sem hefur verið svona yfir teiminu lengi, komið mitt í viðtal til mín, Óttar, hvernig var hann? Herri, ég leita fyrst til hans 2016. Þá er ég byrjuð sjálf í ferlinu í Noregi. Ég er alltaf að fóð bara, þú veist, á mínu eigin vegum og talaði við kvensjúkdómalækni til þess að fá uppáskrifa hormóna. Okay. Og var búin að fara í brjóstastækkun og byrja að lifa sem ég. Og ég hitti hann í janúar 2016 og hann sestniði mig og horfði á mig og bara, ok, þú ert komin á biðlista. Það var ekkert, hann sá bara hvað ég var búin að gera og las mína skýrslu frá mínum sálfræðingi og sagði það er enginn vafi, bara út komin á biðlista. Langar að tala við þig meðferðina af því að þetta er náttúrulega væntanlega mikið álag á líkamann og bara alls ekki, af því það stundum tala þetta eins og þetta sé eitthvað svona sem bara svona fólk gerir og þetta er svona bara ekkert mál, sko. Já. En náttúrulega augljóslega ekki þannig. Nei. En þegar þú segir lifa sem ég, hvað var erfiðast við þegar að þú lýsir jólunum 2014, hvað er erfiðast við að taka þessa ákvörðun? Það er hræðsla við hvernig lífið verður eftir á. Þú veist, mun ég missa fjölskyldunum mína, mun ég missa meinunum mína, vinnuna, börnin mín. Þú veist, hvað gerist? Það er að vara erfiðast fyrir mig. Af því maður var búin að lifa þetta lengi sem, þú veist, kallmaður og maður var hrætt við fordóma, maður er útskúfuð og ég hef alltaf sagt að mestu fordómi sem ég upplifði voru mínu eigin fordómar. Þú veist, ég hef búin að gera öllum öðrum upp fordóma í minn garð, búin að ákveða þess og þessi myndi útskúfa mig og þessi myndi hafa þessa skoðun en svo var ekkert fótur fyrir því. Nei. Og þannig að það var það erfiðasta. Og hvað var það sem gerðist? Þú náttúrulega endar á að skilja eftir þetta og þú hefur lýst því að það sé það sem hafi verið erfiðast. Já, það skilnaður var erfiðastur. Ég bara, eins og ég sagði við minn sálfræðingi í Noregi, þannig á Ríkisspítalanum, að þetta wife to die for. Það kunni ekki segja þetta á norsku, þannig að ég sagði þetta á brænsku. Ég átti konu sem var tilbúin að deyja fyrir. Og við erum rosalega góði vinir í dag og vorum bara rosalega gott heimi. Og þannig að það var að erfast fyrir mig. Vildir þú halda þessu áfram? Ég vildi á þeim tíma, já. Það var bara of mikil breyting fyrir hana? Já. Hún er alltaf bara gagginni kona og hún vill bara hafa þetta og hafa kallinn sinn. Það var ekki tilbúin í hitt. En hvað með börnin og ættingjana og vinina, að því þú lýsir því að þú hefur haft áhyggjur af viðbröðum þeirra? Sko, dóttir mín var 30 ára og þannig að hún eiginlega áttaði sig ekkert á því hvað var að gerast. Þú veist, skipti hann engum máli hvernig ég var klædd. Og hún sagði alltaf við mig áður fyrir, sko, áður en ég fór í ferli að ég mætti ekki dansa við hana því ég var ekki kjól. Okay. Það var bara mammina sem mátti dansa við hana. Okay. En nú mátti ég allt inn að fara að dansa við hana. Okay. En að ég var komin í kjól. Sonur minn var kringu fermingaraldurinn, þannig að þetta var mjög erfitt fyrir hann. Hann var mikill pappastrákur. Og ég byrjaði að reyna í ferlinu, sko, 4 mánuðum áður hann fermist. En ég lofa hann því að ég skildi vera í jakkafötum sem kallmaður á fermingardaginn hans.
Ok, Ég gerði það ok. og leið ekkert vel á meðan ég þú veist, þegar fermingin var búin þá reif ég mig jakkafötum, ég grýtti þeim undir horn og líka við stappa á þeim Já. og ég hef búin að halda marga fatabrennur gegnum tíðina en fljótlega eftir ferminguna þá held ég minna síðustu fatabrennu Já, það er svolítið. kveikti í jakkafötunum þannig ég var að fá svona hefna mín aðeins og þetta bara tók á fyrir fóreldra minni líka, þú veist, búin að ala upp stráki í 38 ár og allt í einu sonur og dóttir þeirra. En í dag eins og segir að þú og fyrirrandi kona, þeir eru góðu vinnir. Já, og sonur minn átti mjög erfitt með þetta í mörg ár en hann er bara mjög stoltur af mér í dag. Og hann er þess að gera núna daginn, þá sett hann mynd á okkur á Facebook. Það sem að ég var tekinn á frumsýningunni á myndinni. Ég fór make-up og förðun og hafa hárgrist og allan pakkan og setti mynd á okkur saman og sagði til hamingju með feðradaginn, elsku pabbi. Þannig að hann gerir grín að þessi dag. Já. Hvernig síðan meðferðin sjálf þegar þú breytir þér eða leiðréttir kynið? Já, leiðrétti. Einmitt. Þetta annað sem og mér langaði líka dálítið að ræða þetta, því þegar maður því þetta í fyrsta skipti á mínu fjölmiðlaferli sem ég tek viðtal við transmanneskju og þá hugsa maður svona með orðanótkunina. Já. Að manni hættir kannski til að segja óvart eitthvað sem maður hugsa síðan eftir og þetta eitthvað sem geti farið fyrir brjóstið á henni. Já. Eins og með að segja skiptum kyn en ekki leiðrétta kyn, til dæmis. Já. Það var þáttur í sjónvarpinu núna í síðustu viku transfólk og það einhver hollenskur spítali eða háskóli sem búin að rannsaka þetta svolítið mikið og þeir tóku fólk sem að litur fólk leysa ákveðna þrautir inn í heilaskanna og við getum séð hvaða heilastöðu voru að virka við hjá köllmennu við að leysa þessa þraut og fundu líka út að það aðrar konur og kallmenn notuðu sikkur heilastöðuna við að leysa sömu þrautinu. Svo tókuðu transendingar svo okkur og komist að því að heilastarfsemin mér á ekkert skilt við heilastarfsemin þér. Okay. Hún bara eins og venjulegri konu. Okay. Þannig að ég að nota sömu heilastöðvar. Þannig að raun og veru þetta bara líkamlegu fæðingagalli að toppstykkja mér að heilin hefur alltaf verið kona. Akkurat. En ekki líkaminn. Og þetta saman sem gerist með intersex. Að það eru einstaklingar sem fæðast með bæði kynfæri að þú veist vísir að báðum kynfærum. Það getur fæðst með hjartagalla, skarði vör, vandræði útlimi. Þetta allt eitthvað galli bara í móðukviði. Og það saman gerist í okkur. Þannig ég hef alltaf verið kona. En hvað með þeim í þetta, með orðnótkunum og svona upplifur að stundum tipli fólk á tánum í kringu það því að það sé svona hrætt að segja eitthvað vittlust? Já. Þarna vinur minn lýsir svolítið skemmtilega í myndinni að þegar ég var búin að segja hann að ég væri klæðskiptingur og honum fannst það svo skrítið og fáralegt og allt og bara, þú veist, þessi gaur getur verið klæðskiptingur og bara, neða, getur ekki verið. Að því við vorum alltaf búin að brasa rosalega mikið í jeppum og snjúsliðum og við skotuðum allt saman. Svo hringi einhvern veginn í hann og vill kíkja heimsöld þegar ég var búin að klæða mig upp. Og hann þorði ekki að fara til dyra. Hann sendi konuna sína. Hann var svo ræddur við að hitta mig. Og þetta hef ég upplifað oft, þú veist, vinir mínir, kunningjar, þeir, áttu mjög erfitt með að hitta mig fyrst, af því þeir vissi ekkert trans, þeirra mynd var kannski dragdrottning, ég kæmi einhverjum snýpsiði pilsi og, þú veist, leðustífilum upp á miðlæri eða eitthvað svona, nýtt á sokkabúksum, en svo sögður allir eftir að, þú veist, eftir að búin að spjalla við mig, þá var þetta bara það sama manneskjan, en bara önnur skil. Akkurat. Þannig að, já. En leiðrétting á meðferðin sjálf, hún hlýtur að því maður kannski ekki oft heyrt fólk lýsa henni í svona smáatriðum, en þetta er dálítið hefi hormónameðferð. Já, þetta er það. Og það hlýtur að vera bara töff. Já, menna að vera með svona mikið inngrip inn í líkamann. Já, menna til dæmis bara með hormóna, konur eru með ákveð mikið magn af testosteróni og karlmenn ákveð mikið magn. Konur eiga vera frá 0,5 upp í 1,5 í þessum mælikvarða. Og menna karlmenn eru sko upp í tæplega 30 og ég veit ekki hvar ég var nákvæmlega en ég að kýla testosterónina niður í 0 á nokkrum mánuðum og sama tíma upp með estragenið. Hvernig það gert? Það gert þannig að með lyfjum? Já, það gert þannig að þú færð bara estrogenið, það færðu líka testosterón blokkera þá? Já, byrjar á blokkarunum og svo eigur skamtinn alltaf hægt og rólega og tekur
hormón á sama tíma. Þannig að þú ert að kýla annað niður og keyra hitt upp á sama tíma. Og hvað það sem gerist líffræðilega þegar þú byrjar að finna breytingarnar? Ég mældi mig áður en ég byrjaði og hálsinn á mér minnkaði 3 cm á bara 1 ári. Ok. Lærin stækkuði 5 cm. Vöðvarnir rýrna, þannig ég er ekki náttúrulega sterk eins og ég var. Og ég oft jóka með að ég gæti tekið kajakinn upp með annari hendina á öxlinni á gamla daga. Ég þarf báðar hendur í dag. Fitan fer að færast til, húðin breytist. Þú verður miklu viðkvæmari, auðveldari með að gráta og meðan maður er að fara, kýla þetta niður og upp með estrogenið og þá þarf maður að læra inn á þetta. Einmitt eitt er með líkamlegu breytingarnar en tilfinninga, bæði heilastarfsemin og tilfinningarnar. Hvað var erfiðast í því? Það var ekkert neitt sérstætt sem var erfitt í því. Það var kannski mjög margt sem var bara mjög gott. Já, ég fann svona ró líka. Ég róaðist og fann bara svona innri frið þegar ég fór að byrja að breytast. En var miklu viðkvæmari og þurfti minna þess að gráta og einhvern veginn var ég að horfa á teiknimynd með dóttur minni, mjög fallega teiknimynd. Ég fór að gráta í teiknimyndinni og svo fór ég að hugsa, þú ert að gráta í teiknimynd, þá hélt ég áfram að gráta. Og það var maður svona upplifa hormónasveiflur og það sem konur tala alltaf maður fór að upplifa það. Og og svo að gangi gegnum þetta á sama tíma og þú ert að díla við samfélagið, þú ert að díla við skilnaðinn, og þá verður allt miklu erfiðara. Er þetta ein af ástafanum fyrir því að það er svona háprósent af þeim sem fari í kynleiðréttingu sem á einhverjum tímapunkti reyna sjálfsvíg? Ég veit það ekki. Ég held að sé aðalega vegna þess að hræðsla við samfélagið, að verða fyrir aðkasti, fordómum í samfélaginu. Nú er Ísland til dæla litli fordómar í Íslandi. Ég get ekki sagt að ég hef upplifað fordóma hérna. Er það ekki? Nei. Ok. Ekki nema einu skiptin sem ég hef upplifað fordóma, það er ekki mér að deyta. Frá samkynhneigðum konum. Ok. Já. Og það er einu skiptin sem Hvernig birtast þeir fordómar? Ég hef spjallað við stelpur á netinu og þetta er kynslóðaskipt 35 ára eldri, maður verður varvita þar, ekki öllum en sumum en 35 ára yngri þá skiptir engu máli. Þetta er bara allt henni kynslóð. Er það ekki? Jú. Ég ætlaði að spyrja þig það líka. Ég hef oft sagt að það verður ekkert gott fyrir transfólk að lifa fyrir eftir 50 ár fyrir að okkar kynslóð er bara komin í kirkjugarðinu. Bara hún er farin, þá fyrst er þetta gott. Já. Því þá ertu komið með kynslóð sem bara þekkir ekkert annað. Já. En ég held að þetta samkynhneigða fólk sé kannski ekkert með fordóma fyrir transfólki. Ég held að sé meira svona þau sé hrædd að verða fyrir fordóma fyrir að vera með transfólki. Já. Að verða fyrir aðkasti, hvað það spá, þetta er transmanneskja. Já. En þó kannski sé ekkert með fordóma fyrir manneskjunni sjálfi. Akkurat. Já, það er bara mín kenning. Akkurat. En síðan aðrir hlutir, því það er náttúrulega að vita með hormóna meðferðina, en síðan eru náttúrulega aðrir hlutir líka, eins og lasermeðferð, hvað gerir maður varandi röddina, hvað er það fleira? Lítaaðgerðir. Lítaaðgerðirna, náttúrulega sjálfsögðu. Já. Laserinn er það eiginlega mest sársaukafullt af þessu öllu. Já, það? Já. Það er til þess að taka hárvöxt í burtu? Skeggið. Skeggið, já. Það er... Hvað er það? Því að það verða að fara alveg inn? Það verða að brenna, rótin í burtu. Og ég man eftir fyrsta skipti, ég var eldrauð, ég var bara svona brunasár í andlitinu. Og 2 dögum setna var að blekkja með graftabólur og það lag gröftur á andlitinu mér. Og meðan verða að skjóta hérna sérstaklega kringum varirnar að þér, að þú far, þið verða illt í tönnunum. Já, þetta fyrir alveg inn í tauganar. Já, og þetta er verra heldur en það verða að bora í tönn sem er ekki búið að deyfa. Og ekki er það nú gott? Nei. Og ég man eftir, fyrsta skipti, ég hugsa mig, ég ger þetta aldrei aftur. Þetta var svo sárt. En svo hálfum mánuði setna þegar ég sá hvað fór mikið í þessum laser, þá gæti ég ekki betur að komast aftur. Ok. Hvað er þetta langur tími í senn og hvað þarf að gera þetta oft? Ég ger þetta 6 veitna fresti í 2 ár. Ok. Já. Og ég er ekki ennþá lausið það. Nei, þarf að gera meira? Já. Laserinn vinnur, nei, ekki meira. Það er ekki hægt að gera meira. Nei, þetta er bara... Laserinn vinnur á litapigmenti og ljóshár og gráhár. Það er engin litapigment í þeim. Þannig ég næði mig ekki burtu.
Þannig ég þarf að plokka eða raka á og til. Ok. Og hvað með eins og með röddina? Breytist hún hormónarnir? Nei, hún breytir ekki hjá okkur. Nei, hormónarnir er ekki áhrif á röddina. Nei, en hjá transstrákunum þá hefur hún áhrif á röddina. Já. Að því að raddböndin eru sko, þau eru styttri og strektari hjá konum, þannig að þegar þær taka testosterón, eða þeir, þá slaknar á henni, en það strekkist ekki á henni okkur. Þannig að það er 20 í stöðinni, það er annað hvort að fara í aðgerð. Aðgerð á raddböndum? Já, sem er svona mjög vafasöm, myndi ég segja. Af hverju? Maður hefur heyrt að þú bara getur mist röddina. Ok. Og spurningu þetta tilbúin að taka sénsinn á því. Og fyrir utan það kostar 2 milljónir, ég þarf að fara eitthvað erlendis til að gera það. Já, er það ekki hluta því sem ríkið tekur þátt í að gera? Nei, það er bara enginn sem gerir þetta á Íslandi. Ok. Ég sé enginn á Norðurlöndunum sem gerir þetta, held ég. Ok. Og en þú getur farið í raddþjálfun og það var margir ná rosalega góðum árangur í því, en það er rosalega vinna. Já, því maður er væntanlega búin að skilja það sig í einhver aðra átt í öll þessi ár. Já, þú ert raun og veru bara að þvinga raddböndin, þú finnir að þú heldur hálsinn og kyngir og þá finnur að barkakili lyftistu upp að maður er að æfa sig það að halda því uppi. Það fer upp þegar þú kyngir og svo dettur það niður aftur. Og það sem við þarfum að gera er að kyngja og halda því þar uppi og tala þar. Þá ferðu, þá strekkjar á raddböndunum þegar þú kyngir og þá fer að ná öðrum tón. Þannig ég hef alveg tekið svona tímabili sem ég æft mig en svo bara þetta er svo rosalega vinna, ég nenni ekki. Já, en maður einmitt hugsar sko, það er svona eitt af því að þið þegar að vera að tala þessar leiðréttingaaðgerðir eins og það sé svona, oft á tíðum einmitt eins og þú sagði með Noreg, það er bara helst að fresta þessu lengi, þannig að þetta sé nú alveg örugt að manneskjan, en fólk sem fer í svona átta sig náttúrulega á því að það er að fara í eitthvað sem er ekki djók, sko. Þetta er náttúrulega rosalega mikið, þetta er rosalega erfitt ferli. Já, bara stóra, fyrsta kynleiðréttingaaðgerðin sjálf, að þá þurfti ég að vera fljótandi fæði í 2 sólarhringa fyrir aðgerðina. Ég þurfti að fara í sótthreinsiandi sturtu kvöldið, skipta á rúminu, allt hreint, taka laxerandi, þegar ég vaknaði morgunin aftur í sótthreinsiandi sturtu, laxerandi, og ég var á sjúkrahúsi í 5 sólarhringa, í viku sé ég. Fyrstu 5 sólarhringarnir þá lá ég á bakinu með púða undir löppunum, ég mátti ekki setjast upp, ég mátti setja bakið 30 gráður niður aftur, ég með mænudeyfingu 5 sólarhringa, étandi morfín á 4 tíma fresti og það þurfti bara að baða mig á hjúkum, ég gæti ekkert gert. Á 5. degi mátti ég standa upp fyrsta skiptið og ég hef heyrt þetta sé áleika mikið inngrip svo hjartaskipti. Þannig að þetta er ekkert grín. Nei. Hvar er staðan núna? Ertu búin að klára allt ferlið eða? Ég held ég væri búin að því, en svo kemur stundu fyrir að maður þarf að fara í aðrar aðgerðir og lagfæra og ég er einmitt að fara á morgun og láta lagfæra. Og líka minn er bara það þróaður að hann vill stundum laga sig. Sjálfur. Og þetta er alveg þekkt hjá transkonum að það byrjar að myndast vefur aftur það sem að limurinn var. Þannig að hann vill reyna að koma út aftur og þarf að taka þær í burtu. Þannig ég er að fara í það í fyrirmáli. Getur þú lýst í þegar að þú, þegar maður hugsar þetta ferli, á hvaða punkti hugsar nú er ég orðin ég? Var það bara strax eftir þú tókst ákvörðun? Nei, þetta gerir svona hægt og rólega. Það var eftir aðgerðina, það var svona moment sem ég gleymi aldrei þegar ég fekk að fara í sturtu fyrsta skiptið. Ég stóð í sturtinu og horfði niður í hálftíma. Bara, loksins þetta er farið. Kom heim, byrjaði að máta alla þröngu leggingsbuxurnar og það var engin bunga lengur. Maður var búin að vera, nota gaffateipi að teipa þetta niður. Við getum ímynda hvernig það er. Teipa þetta niður og fara í aðhaldsbuxur í smól þess að fela bunguna. Það var eitt mómentið og brjóstastækkunum var eitt mómentið. Þetta er svona margir litli sigrar. En svo var það, ég gleymi aldrei, það var svona mómentið ég var inn í kajaksenter á Ísafirði fyrir svona 2-3 ára síðan og var að skipta föt og fóru brjóstahaldurinn og hengda svona upp á snag og ég svona
það var svona alltaf svona, já, nú má ég. Já. Þetta var búið að vera svona forboðið alla ævi. Skömm sem fylgdi þessu, þarna allt einu svona, hvarf skömmin. Já. Hún upplýði rosalegt frelsi. Svo það kajak. Já. Kajakferðin, Já. rosalega. Hvað, þú sem sagt ferð rangsælisringin í kringum strendur Íslands. Já. Hvað fær manneski til að ákveða að gera svona sér? Þetta er ekki lítið verkefni og getur beinlínis verið stórhættulegt. Já. Mér hefði alltaf dreymt að fara eitthvað svona stóra ferð eða leiðangur. Gera eitthvað svona, já, skemmtilegt ævintýri. Og og eins og ég sagði áðan, þá hélt ég alltaf að allir væri með fordóma fyrir mér og allt það og flytt heim aftur til Ísafjarðar 2016-17. Mér býðst vinna að fara að gæta á kajak. Og við það að fara með túrista á kajak, þá uppgöta ég ákveði frelsi að þú veist, ég var að fá með fólk allstaðar á heiminum, þú veist, Ísrael, Bandaríkjunum, Norðurlöndunum, Bretlandi, Þýskalandi. Og það var ekkert svona, þú veist, þá uppkvitað það skiptingu mála, ég væri trans. Veist, það breytti ekki neinu fyrir kunnana og þau spjöldlega bara sem mannesku og það var svona ákveðið frelsi fyrir mig. Þannig að kajangi fyrir mér var svona mín leið út eiginlega. Þú veist, ég fór upplega mikla ró, kajak rosalega góð hugleysla. Ég trúi því. Já. Þú ert bara á spegilsléttum vatninu, það eru selir í kringu, það eru fuglar, þú horfir á krossfiskana, fiskasinda, hvali og þú veist, rosa góð íhugun og hreyfing í leiðinni. Þannig að ég bara sökti mér í kajakinn og hann átti bara hugminn allan og hann byrjaði að fara í litla ferðir og svo náttúrulega var ég búin að dreyma þetta lengi, þannig að ég ákvað þetta í maí 2018 að róa hringinn, réttsælis, ég ákvað það fyrst. Okay. En hann hafði ekki hugmyndum hvernig ég ætlaði að gera það. Ég bara ákvað ég ætlaði að gera það. Nú er ég alveg rugla. Hvað er aftur réttsælis? Það er að þú myndir fara... Frá Reykjavík til Ísafjarðar. Já, og þá leið, já. Þú veist, upp með vesturströndinni, svo norðurströndinni, svo austurströndinni og enda á suðurströndinni. Já. Og bara sólagangin. Einmitt. Og ætlaði bara að róa réttsælis og svo var ég út í Grænlandi að gæta á skútu þar. Og var ekki að ræða þetta skipstjórann og hann bara, nei, þú ert ekki að fara réttsælis. Þú fer rangsælis. Móti straum. Þú ert búin að vera móti straum alla ævi með að vera ekki þú sjálf. Þannig að þú fer bara móti straum núna. Og við ræddum eitthvað fram og tilbaka og svo bara var svo ákvörðun tekin að ég færi bara rangsælis. Og þá fóru ýmsir hlutir að gerast að þá datt inn bíómynd og heimildamynd ferðin og allt saman. Einmitt. Hver er fyrir leikmann í kajakróðri? Hver er munurinn á því að fara réttsælis eða rangsælis? Þú ert alltaf að fara á móti ríkjandi straum. Já. Ríkjandi straumur gengur réttsælis í kringum landið. Þannig þetta er talsvert mikið erfiðara. Það þarf ekki að vera það. Okay. Ég held að ef þú skipulegur þetta vel, ferð á réttum tíma að þá getur þetta bara verið jafn auðvelt. Að til dæmis eins og suðurströndinni, þó megin straumur í gangi í vesturátt, að það eru ákveðin straumskil, ákveðið langt frá landi, að þá mæta straumandi, þá fer eitt straumur í austur og annar í vestur. Já, þannig að þetta er meira kannski spurningum að kunna á straumana. Kunna á straumana. Já. Þegar sögðu maður hjá gæslunni að ég held að þeir eru Víkatindu strandaði, þá misti einn mann útbyrðis og hafa leitað honum í vesturátt að þeir straumandi gangað þangað. Þeir fundu hann ekki og þá að fara að leita austurátt og þá fannst hann þar. Þannig að þegar ég var komin á stöðstundina þá byrjaði ég að leita þessum straumskilum og þess að maður fer ákveð langt frá landi og þá þú sérðu svona línur í sjónum og þá er það straumskilin. Og ef ég fór öðrum með línuna þá kannski náði ég 4-5 km hraða, svo fór ég tilbaka aftur yfir línuna, þá er ég komin upp í 7-8. Já. Þannig að þú byrjar ferðina, hvar byrjar í Reykjavík? Nei, Ísafirði. Byrjar í Ísafirði. Heimahöfn. Og heimahöfn og byrjar þá að fer niður með vesturströndinni. Já, niður með Vestfjörðunum, niður í Breiðafjörðin, fyrir Snæfellsnesið, Faxaflóan og svo Suðurströndina. Hvað tók þetta langan tíma? 103 daga í heildina. Já, 3,5 mánuði, eða rúmlega 3 mánuði. Já. Og þú ert að róa okkur einasta degi? Nei, þetta voru 53 dagar á sjó. Ok.
restin var annarkvært veðurtöft eða að halda fyrirlestra, ég veiktist líka, Ok. þannig að það er svona alls konar stopp inn í þessu. Hvað var erfiðasti parturinn? Suðurströndin og Langanesið, myndi ég segja. Af hverju? Suðurströndin er út af því að það er engin firðir, engar víkur, ekkert skjól. Það er bara brim alla leiðina. Og það er að erfiðasta við að það eru brimlendingar og fara út í briminu og fara á móti öldum þegar þeir eru brotna, koma þeir. Þannig að það er erfiðasta við það. En þegar þú varst komin út, þá var allt í lagi. Og ertu það var ekkert backup eða þú bara ein? Bara ein. Það var eitt félagi minn sem er með mér sko fyrstu dagana og svo annar sem tók við í Faxaflóunum. En svo var ég ein allan tíman, þú veist, alla Suðurströndin og Austfirðina og Norðurlandi og allt saman og svo fekk ég smá fylgd síðustu dagana líka. Og svo er það bara þegar þú kemur í land og þá er það Óskar sem tekur á móti þér og er að taka viðtöl og mynda og... Já. Hvernig, ég meina, þetta er dálítið svaðilför ef þú ert bara ein því það er alls konar straumar, varst aldrei hætt komin? Jú, ég get alveg sagt það, þú veist, það voru svona moment sko sem að sérstaklega eitt moment á Suðurströndinni, þá lendi ég mjög slæmur í brimlendingu og svo var það á Langanesinu þegar ég fór fyrir Fontinn að þá misti ég með þessi hræðslu maður þarf að hafa hausinn í lagi að þá var ég að fara fyrir Fontinn og það var svarta þoka 2 metra undiralda sem skalla klettunum og svo kemur hún tilbaka aftur þannig ég var í svona frákasti öldurnar komu öllum áttum og þú gæst ekkert fara í land þú voru náttúrulega að snúa við og róa 2 tíma tilbaka eða halda áfram 2 tíma til þess að komast í land og þá fór ég að hugsa bara hvernig anskotan er að þvælast ein hérna og leið að það gerist þá þú leipir hræðsluna af þá stífnar maður upp í skróknum sem er hættulegt í kajaksportinu þú þarft að hafa mjaðmirnar mjúkar að leyfa botnum að rugga og þá hann þarf að stífna ég upp og var ekkert, bara stífnaði upp og fór að vera hrædd þannig að endaði mér stoppaði og setti árinu svona kallað low brace eða lágstöðningur þá ertu tilbúin að komið vekk fyrir hvolfir, skella árinu í sjóin tók öndunaæfingu bara andaði djúpt og tók góða samræði við sjálf á mig, bara þú kannt þetta, þú getur gert þetta og þetta og þetta og þetta og visskut nátt að brace og allt svona það tók mig 5 mínútur svona aðeins að róa mig niður og svo fór ég að róa svona hægt að róla að stað. Hvað er það sem að því ég þekki nokkrar sem eru öflugir í surfinu og þá er það einmitt að ef þú lendir það er náttúrulega ekki sambarlegt en þá ef þú lendir í öldu og hvolfir eða ferð undir og þetta er kannski stóra alda þá er náttúrulega mikilvægast að öllu annars verið að halda fyrir hausinn þannig að brettið rótið ekki eða þú ert í kafi og síðan einmitt að halda rósinni þannig að maður geti ef maður lendir í kafi þá verið dálítið lengi í kafi af því að leiðum að spenni sig upp að þá náttúrulega bara klára maður súrefni svo hratt. Er það sem að þú óttast þá mest er að kajakinn hvolfi eitthvað? Hvolfi, þú veist, maður komist ekki upp í hann aftur eitthvað svoleiðis. Hann er þungur eða ekki? Jú, báturinn sjálfur er 25 kíló og ég var með 50 kíló pluss að farangri með mér. Hann er mjög þungur. En svo þegar ég var búin að, róa með þess niður og ég hélt áfram og þá var ég bara komin í þann gír að bara konti með stærri öldur. Þegar maður nær hausnum aftur tilbaka. En þegar maður er að surfa á kajak þá er maður alltaf með hjálm. Og maður þarf að læra að nýta öldurna líka. Ef ég myndi fá stóra öldu að hlýða mér að kajak og ég sé hún er bara að koma brotna yfir mig að þá fer ég ákveðna stelling og ég hvolfi mér. Viljandi að þá tekur aldan þig niður og svo stingur árinu upp í hana og þá hjálpar hennar að klára veltuna og þá kemur upp aftur þegar aldan er farin fram hjá þér þannig að maður þarf að læra að nýta sér ölduna og líka halla þér upp ef það eru litlar öldur að þú halla bara upp í ölduna og faðmar hana og þá bara tekur henn svona til hliðar Hvaða reglur settur þér varandi veður að hvenær þú myndir ekki fara út? Það voru svona 10-12 metrar, ekki mikið meira það. Nei. Veistu eftir hvað vindátt er? Jú. Það var alltaf að fá 10-12-15 metri í bakið. Ekki mótið er. Þannig að það var svona allt bara eftir aðstæðum eiginlega.
En þetta að því að, sko, ef ég fer djúpt í að pæla í þess þá svona bara hliðar hlutirnir væru mjög mikið effort og erfiðir, þar að segja bara vera með tjaldið, koma í land, maður kannski rennandi blautur og þurfa að setja einu snupp tjald í einhverju rigningu. Bara þetta erfitt, sko. Já. Það tók mig cirka 2 tíma hverju morgni, frá því ég vaknaði, þangað til ég var tilbúin að fara að róa. Bara ganga frá, svefnpoka, dínu, hleypa loftunum dínunni, klæða sig, morgumatur, vaska upp eitthvað sig og svo annað þess að kvöldin. Svo kannski tók við 13 tíma róður. Hvað gerist á þegar maður í þessu í 103 daga? Þetta lítur að setja mann á svona einhver önnur svið í heilanum, bara einhvern veginn þegar maður lítur að tengjast náttúrunni meira, maður lítur að fara einhvern veginn inn í, ég ræddi einu svona Vilborgörnu sem var á Suðurpólnum og bara einhvern veginn þetta að vera ein í svona langan tími í náttúrunna, þá fekk hún svona bliss moment sem að hún hafði bara aldrei upplifað áður. Gerist eitthvað svoleiðis hjá þér? Já, ég meni þetta hafði rosalega áhrif á mig og breytti mér til lífstíðar. Það sem ég sakna mest núna frá þessari ferð hvað það var einfalt líf. Einmitt. Eina sem ég þetta hugsa var að sofa, róa, borða og skoða veður. Einmitt. Og allt sem ég var með í botnum, ég þurfti ekkert meira. Hvað tekur langan tíma að trappa sig niður í svona einfalt líf? Það að segja, fyrstu dagan maður kannski ennþá með hugan við bara, það var þetta og það vinnan og það þetta. Trappast maður ekki rólega niður í að bara fíla þetta tempó? Jú, en samt var ég var hætt að vinna hérna tæplega 2 mánuðum fyrir ferð og var bara undirbúið ferðin og haldi eitthvað fyrirlestur eitthvað svoleiðis. Þannig ég var eiginlega búin að ég var laus úr vinnunni. Þannig að þú eru upplifað að þessi svona núvitund sem kemur með einfaldleikanum að þú geta trappaði strax inn í hana? Já, nánast, já. Og hérna, en svo það tók þetta smá tíma, svo var þetta bara orðið rosalega þægilegt líf og það kom rosalega söknuður eftir á. Já, ég trúi því. Ég ennþá að upplifa söknu. Ég ætlaði að róa kringu Danmörk í vor. Ég var búin að plana allt saman, ég var búin að fjármagna ferðina með sölu og fyrirlesturum, búin að panta nýjan bát, búin að panta í Norrænu, ég var búin að pakka öllu saman og komið suður og halda fyrirlestra og kom COVID. Einmitt. Og allt afbókað og ég þurfti bara heima aftur. Hvernig að fara hringinn í kringu Danmörku með Ísland? Ég held að það er tölvöld minna mál. Já. Auðveldari straumar betra veðurfar, helmikið styttra og ég held að sé ekkert stór mál sko. En svo ætla ég að taka Noreg, Svíþjóð og Finnland. Mér langar líka að taka England og Írland. Það er alveg blönn. Já. En þegar tala söknuð, því svo lítið nú líka hafa verið söknuður í hina áttina, þar að segja þegar maður er 103 daga í einhverju útilegu og gera þessa hluti, hvað með börnin þín og... Ég var svo heppinn að ég hitti þau alveg á ferðinni. Já, Þegar ég var viðtett fyrir 1 viku fyrir austan á Reyðarfirði, þar sem dóttir mér býr. Já. Að þá gisti ég hjá þeim mæðgum. Þannig ég fekk alveg tíma með þeim líka. Gott. Já, og svo náttúrulega eru samfélagsmiðlar í dag, þetta er Skype, Facebook, það getur verið góðan samskipti með þau. Og jú, það myndast það ákveðin söknur í það líka. Maður upplifir að mjög mikið af fólki sem gerir svona hluti. Það er fólk sem mitt þegar ég var að labba Jakobsvegina þá hitti ég það mann sem hafði labbað alla leiðina frá Róm held ég. Þetta er 5 mánaða labb. Já. Og bara ekkert annað en bara þú vaknar á mótnana, þú ert með farangur og þú ert bara labba frá A til B og borða og vera í náttúrunni. Og flest allir sem gera eitthvað svona upplifa á einhverjum punkti hvað djöfulan ég að gera frá degi til dags í venjulegu lífi. Já. Þetta er það sem þetta snýst allt um. Já. Ég segi alltaf að ég var aldrei átt eins lítið, aldrei þinn eins lítið en aldrei eins hamingjusum. Einmitt. Í dag langar mér að, ef ég gæti þá bara kaupa mér húsbíl, búa í honum. Já. Geta bara verið, með rúmið mitt, sængina, kottan og tölvuna mína, kajakinn, hjólið og skíðin. Kajakinn, hjólið og skíðin? Já. Hvaðan hefur alltaf verið svona? Já. Ég alltaf, fætt upp á Lýsaferði og byrjaði að æfa skíði í 5 ára og alltaf haft mjög gaman að fara að skíði. Hjóla líka og bara vera út í náttúrunni. Hvað með þú, þegar þú ferði í þessa ferð, kajakferðina, þá ákveður að styðja við Bíeta-samtökin? Já. Af hverju var það? Það var vegna þess að
bara, mér finnst þessi málstæður svo flottur í þeim að standa við baki fólki sem í sjálfsvígshugleiðingum og fólki sem hefur mist ástvin í sjálfsvígum. Og ég reyndi það 2 ára mínu ferli að stytta mér líf, að taka mér eigið líf og veit hvernig er að vera á þeim stað. Og Tengdist það þessari tókstreitu innra með þér? Já. Ég hélt að börnin mín eru fyrir svo miklu aðkast út af mér. Ég var hræddur þau lögðu einelti og hugsaði með mér að það er kannski bara betra fyrir þau að ég færi heldur nýrða konu. Já. Þannig að ég ætlaði svona að gera þeim greiða með að taka mitt eigið líf. Það er bara mínir fordómar. Einmitt. Upplifir að því að nú talaru væntanlega talsveit við annað transfólk á Íslandi, upplifir að þau hafi upplifað þetta eins og þú, þar að segja að óttin við þetta sé í raun og veru miklu verri heldur en síðan þeir eru orðið að veruleika. Já. Sérstaklega svona, mér sett eftir hvað aldur að tala við. Ég held að þú veist, fólk sem er 20 árum yngri en ég upplifa ekkert sama ótt og við erum að upplifa. Nei. Það er ekkert búin að upplifa, þú veist, hvernig það var fyrir 20 ári sem hvernig lífið var þá. Einmitt. Það þekki kannski ekki það hvernig samfélag var þá. Nei. Og þegar það er að koma út núna þá er allt miklu opnara heldur en þegar ég var að alastu upp. Þannig ég held að þessi stór munur þar á milli. Hvað með umræður sem er að því ég fylgist svolítið með umræðu þáttum bæði Bandaríkjunum og Bretlandi, þar sem að er oft sko kannski fyrsta skrefið er einhvern veginn bara svona að ræða að þetta sé svona eitthvað sem er eðlilegt að fólk leiðir þetta í kyn. Þegar við erum komin yfir það, þá förum við að ræða hluti eins og er eðlilegt að einhver sem að hefur farið yfir úr því að vera karl yfir að vera kona, fá að taka þátt í kvenmanns íþróttum til dæmis. Hvað myndir þú segja um þessa umræðu? Að því ég svolítið verið að fylgjast með henni erlendi sem hún ekki mikið átt sér stað á Íslandi. Nei, en ég á alveg sko ég hef alveg fengið komment, ég hef tekið þátt í kajakeppni hérna á Íslandi, kvennaflokki, og ég vann, en ég var líka eini keppandi. En þannig ég hef alveg heyrt fólk tala um þessa að við eigum ekki að fá að taka þátt. En ég heyri þetta bara gagnvart transkonum, ekki gagnvart transmönnum. Nei. Þeir mega alveg taka þátt. Einmitt. Og svo hefur maður alveg séð á kommentakerfinu að þessa umræðu að við, þú veist, eigum ekkert að keppa við konur af því við séum mikið testasturinn og bla 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 eitthvað svoleiðis. En samkvæmt ólympískum standard þá þarft þú að taka hormóna í ákveðin langan tíma og ná þessu ákveðna leveli niður í hormónum og þú ert búin að vera því held ég heilt ár áður má taka þátt í kvennaflokki. Einmitt. Og menn hafa talið um það til dæmis að þú veist núna er þetta kynrætt sjálfræði, nú getur þú fara á netið eftir og vilt og skráðu sem konu og heitið Jónína og skráðu sem konu á morgun. Þú veist, það sé svo auðvelt fyrir fólk að bara að kalla minna að skrá sig sem konu og fara að keppa í kvennaíþróttum. En þú til þess að fá að keppa, þá þarft að gera þetta. Og það er engin kallmaður tilbúin til þess. Það er ekki það ásega ganni sínu? Nei, því að það sem gerist líka þegar þú fyrir að taka hormóna, all líf hérna niður, það deyr. Þeir hættir að rísa hold, eistun að þau skrepa saman helming. Þau vera helmingi minni. Og það bara deyr alltaf undir þér. Þannig að þú veist, ert þú tilbúin til þess að gera það til þess að fá að vinna í kvennaflokki? Já, ég lifi mér efast stórkostlega að einhver myndi leggja allt þetta á sig bara til þess að fá að keppa í kvennaflokki. Já. En hvað með ef þú ert að leggja þetta á þig af öðrum ástæðum, eins og þú til dæmis, og síðan keppir í kvennaflokki og þá myndi kannski testósterónið koma niður, en bein og annað sem er kannski ennþá svona, það sem væri kannski smá, ef maður segir smá advantage yfir í, eða íþrótt sem reynir á styrk, eða eitthvað svona. Hverju myndirðu svara svona þeirri umræðu? Sko, það er náttúrulega við erum öll misjöfn, bæði kallar og konur og það ég á vinkonur sem eru mun sterkari en ég, það eru stærri en ég, það eru með meiri vöðmassa en ég og það er til dæmis ein kona sem ég horfði mikið upp til, kajakona, heitir Freyja Hoffmeister. Hún er búin að taka Ástralíu, Nýja-Sjáland, Ísland, Suður-Ameríku, hún er róið kringur Norður-Ameríku núna og þegar við tala það eru 50.000 kilometrar, Ísland og 2000. Já, það er rosalega. Það er bara 10 $10 prógram hjá henni, sko. Já. Og ég á ekki séns í hana. Nei. Samt er hún cisgendur kona. Einmitt. En ég á ekki róð í hana. Einmitt. Þó ég sé trans. Þannig að mætti ég keppa á hana, hún myndi vinna mig. Já, algjörlega. En svo kannski kemur eitthvað önnur kona sem er pínu lítil, ég myndi vinna hana.
ég vinn konundan á Íslandi, það er engin sem ræðis mikið en Íslandi sem ég. Nei, einmitt. Það er náttúrulega, það er hárrétt að ef einhver er orðið mjög góður í einhverju eingöngu út af því að viðkomandi er búin að æfa það svo mikið, þá náttúrulega skiptir kyni kannski ekki máli, sko. Nei, þú veist, ef þú myndir bara googla, þú veist, ólympísku kajagróður og þú særir þessu konur, axlirnar að þeim, upphallingina, brjóstkassana að þeim, þetta er bara svo gaurar. Þú veist allt. Eitt af því sem að þú sagði mig fyrir viðtal að þú hefði lent í væri að því þú ert búin að vera að róa svo mikið að þá hefur lent í vandræðu með brjóstin. Já. Þetta breyta að því það máttu ekki reyna mikið á brjóstuðana eftir. Ekki og færð sílikopúðuna undir vöðva. Af því ég var ekki komið brjóst sko þegar ég fæ brjóstin sko fyrir sílikonagerina að til þess að fá þau svona náttúrulegt útlit þá eru vöðvarnir rifnir frá beinunum og púðin setja þær undir. Já. Og síðan þá ég búin að róa núna, að síðustu 3 árin ég búin að róa ykkur 6-7.000 kilometra. Þú veist, hringferðin fyrra var hjá mér var 2000, en ég er í 3 og 5 í fyrra. Já. Og ég fer nánast daglega út að róa. Já, ég ætlaði að spyrja þetta. Já. Ég er bara 4 sinnum síðustu viku, þú veist, á 5 dögum. Og ég fer beint í róðu þegar ég er búin að tala við þig núna. Það er svoleiðis, hvert ætlar það að fara? Ég fer hérna Geldingarnes svona. Ok. Báturinn er þar og dóttir út í bíl, þannig að ég er bara tilbúin í róður. Þannig að ég eyðilaði mér afmyndaði brjóstin að því vöðvarnir eru búin að stækka svolítið mikið síðan út af öllum þessi róðri. Þannig að ég ætla að láta fjarlæga silikonu morgun. Okay. Hvað með þessi svona íþróttaumræða sem við vorum að taka núna? Já. Hvað væri það fleira sem er að því ég fylgist vel með alls konar umræðum og umræðu þáttum erlendis. Hvað væri það fleira það sem kannski umræðan á Ísland er ekki komin jafn langt eins og sem staðar annars staðar. Þó að fordómar séu kannski minni hér, þá finnst manni stundum eins og svona umræðan sé ekki komin jafn langt. Já, maður var alveg varðið það, þessi umræði miklu meira erlendisheldur en heima. Já, ég hef heyrt hana bara mjög oft, en ég hef ekki heyrt hana á Íslandi til dæmis. Nei, það er kannski vegna þess að það er ekkert svo margir transeinstaklingar að keppi í íþróttum. Nei, mitt. Og ein vinkona mín sem ég búin að þekki í mörg ár er transkona líka og þá var tekið viðtal við hana í myndinni sem að gerði mig og hún sagði þess, ég hef aldrei pælt í því en hún sagði í myndinni að allt einu við núna orðið fyrirmynd sem er afrekskona í íþróttum en þú veist afrekskona eða ekki en ég er ekki að keppa en ég gerði þetta þess að réri þennan hring þannig að þú veist, það er allir komin ný fyrirmynd þannig að kannski fyrir þetta að fara að koma í umræðina núna, ég veit það ekki. Já, getur verið. En enda það sem að þú gerir með því að fara rangsælis hringinn í kringu landið að það er alveg sama hvort þú ert kona eða karla, það er bara gífurlega mikið afrek og bara svona einhvern veginn bara mikil manndómsraun sko. Já, en samt ég sagði fyrir ferðina að ég ætla að geta sagt eftir ferð að þetta eru auðveldar heldur en kynleirningaferlið. Ok. Mér langaði svolítið að fá svona, þú veist, geta sagt fólki, þú veist, að því fólk var ekkert átt að sagði hvernig þetta ferlið er. En það geta alveg ímyndað sér að þessi ferð var erfið. Algjörlega. Og þessi ferð er barnaleikur með að ferlið. Þú segir það bara? Já, hún er það. Því að, þú veist, í svona ferð, eins og hringferðinu minni, ef það komið dagar sem ég var orðin þreytt og búin á því, þá gæti ég tekið meðvitað ákvörðum að vera taka pásu í dag og vera í landi. Nú ætla ég bara að hvíla mig, sofa, borða, safna orku og ég tek á þessu á morgun. Einmitt. Í svona ferli, þú ert mikla vanlíðan, sjálfsvíkshugleiðingar og allt þetta, þú tekur ekkert ákvörðun, ég ætla að taka mig pásu frá sjálfsvíkshugsunum og taka svo bara að halda áfram aftur á morgun eða... Sjálfsvík ekki? Nei, það er bara stöðugt, þú tekur enga pásu. Hvað partur af ferlun er það sem að bæði fyrir þig og þá sem að þú talaði sem er erfiðastur? Erfiðastur? Það er góð spurning. Það er ekki einmannalengin. Þú veist, ég var vöru við því að ég getur verið einmann í þessari ferð. Einund að sjó allar daga og kannski einu í tjaldeikstar. Ég var aldrei einmanna. Ef eitthvað var þá hefði vilja vera meira einn. Ok. Og við höfum ofta stríðan um Óskaripáli að það hefði engin kallmaður grætt með þessu oft eins og hann. Þú veist, erfiðasta við ferðina var myndin. Já,
Ég ætla að segja, hvernig maður væntanlega ekki alltaf í stuði fyrir að vera að láta mynda sig og taka viðtölu við sig. Nei, maður kannski, þú veist, 2 tímar á morgnana að pakka saman og svo tók við 13 tímar róður og svo beið hann í landi, búinn á því, og eina sem maður sá, sko, var bara, maður lagaði að fara í, fá gott að borða, komast inn í tjald og sofa. Og þá kom hann, heyrðu, hvernig var þetta með fyrrandi konuna þína? Þú veist, taka okkur svona viðtöl. Þannig að ég stóð mér stundum að því að vera að skoða landakort bara, þú veist, þau eru ekki að eiga hérna sem ég get bara stungið af og segja, ég komast ekki lengra. Sett hann að skila bá. En væntanlega ertu stolt af útkomunni? Já, ég mjög stolt af útkomunni. Ekki? Jú. Og þetta frábær mynd, þegar ég segi sjálf frá. Ég hef ekki, því miður ekki síðan alla, en það sem ég séð hann virkar svona, mjög áhrifamikið. Já, ég fekk að sjá hana fyrst núna í, hvað var rétturlega mánuði fyrir frumsýningu. Og fór fram á það að ég fengi að horfa hana einn fyrst, sko. Okay. Ég var ekkert búinn að sjá úr henni, nema eitthvað 1 og 1 skot. Okay. Ekkert af viðtölum, ég var ekki með svona nein viðtöl. Ég hló yfir henni og táraðist aðeins líka, en svo þegar ég kom undir bíl þá brotnaði ég niður. Ég fór bara hágráta. Bæði, ég var stolt af henni, en ég var líka að sjá viðtöl bæði við foreldra mína og fyrrandu konuna mína og heyra hluti sem ég hafði ekki hugmynd um. Þeim leið á meðan ég var að gangi gegnum þetta. Þegar maður í þessi þunglindi, þú veist, maður bara með hausinn og kafi raskatunum sjálfum sér, bara auðmingi ég, það er allir vondið við mig. Og þú sérð ekkert hvað aðrir er að gangi gegnum á sama tíma. Að heyra það að pabbi hafði áhyggjur af því að fá símtal daglega ef ég var í farin, búin að taka mitt eigið líf. Það var ekkert auðvelt að hlusta það. Þannig að ég hringdi grátandi í bæði fyrrandi konunum mín og foreldra mína og bara baðst afsökunar hvernig ég hefði komið fram og alltaf og hvað þau þetta gangi gegnum út af mér. Og þannig að það var rosa góð tilfinning. Já, tókuðu þið ekki mjög vel að því væntanlega. En COVID-tímar, þá kannski að því maður hugsa að þetta er svona mynd sem að ætti væntanlega að fara erlendis líka og svona, er það ekki aðeins svona flóknara núna? Kvikmyndahátíðir og svoleiðis? Jú. Það ekki? Jú, það er allt stopp út af COVID. Já. En við rétt sluppum við COVID. Þetta var loka myndin á RIF. Já. Og held ég eina myndi sem var uppselt á allri hátíðinni líka. Já. Það var fullu salur. Já, RIF var í, hvað var það, í október, byrjun október? September 24. til 3. október held ég. Já, þannig að það mátti hann þá verið í bíóum. Já. Hún var sýnd á laugardagskvöldi. Sunnudagskvöldi þá var komið 20 manna samkomubann. Einmitt. Þannig að við rétt sluppum. Ok. Og ertu búin að fá mikil viðbröðin? Já, mjög svo. Og mikið að skilabóðum og póstum og kommentum. Og þegar maður hitti fólk út úr götu líka. Eru þið búin að koma eitthvað út erlendis? Það er allt í vinnslu núna. Ok. Það eru bæði Pétur Einars og Kristinn Ólas sem eru framleiðandi myndarinnar. Þau eru að vinna í því að komin að hátíðir erlendis. Og svo held ég að planið sé líka, þú veist, komin í sjónvarpsstöðvar, Norðurlöndunum, Evrópu, Netflix. Þannig að það er allt í vinnslu. Mér langaði að spyrja þig úti líka að þú talaður fyrir viðtali að ég nú reynda búið að vera að hlæja mér og gera mikið grína mér fyrir að ég siti stundu svona þegar ég er að taka viðtölu fólk, sko. Já. Þú sagðir mér dáðan að þú mættir ekki núna lengur sitja svona. Nei. Hvað er það sem þú þarft að breyta í farið þín og hegðuninni svona gagnvart umhverfinu? Sko, ég einhvern tíma kom ég heimsótti mamma og pappa og var eitthvað þreytt og ég var í sokkabúksum og pilsi og ég setti einhvern svona hægindastól og pappi skaut á mig að nú mætti ég ekki sitja svona lengur, nú var ég orðin dama og ég satt og horfði á hann og bara, já, ok, sagði ég. Ætlaðu þú sem sagt að gera bílífinu hér eftir? Nei, það skulle bara sleppa þessari umræðu. En upplifir þetta? Já, margan hátt. Ég hef verið spurðið hvort ég lækkaði launum. Ok. Og þú veist, ég má ekki gera þetta lengur og þetta og þú veist, mér á að finnast þetta og expósar þetta ekki, við erum með svo rosalega svona duldar og lúmskar stereotypur sem að þarna svona, svo ég notið enska orðið, þetta er svona expósast allt í hennu fyrir fram að nauðuna þér. Transstrákar sem að fara akkurat öfaða leið, þeir tala að þegar þeir eru fann að lifa sem karlmenn í samfélaginu að það sé meira tekið mark á þeim, það er hægt að grípa frammi fyrir þeim, það er borið meiri virðing fyrir þeim. Okay.
pældi í því. Þannig að þetta bara, að því þetta er einhvern veginn svo lúmst og dölið, sko. Já, þetta það. Mhm. Eins og ég sagði rann, ég nota gömluröddina til þess að ringja bílaverkstæðin í Reykjavík. Og þú veist, skemmtistaðarnir, klippið í rassinn á manni, flauta eftir manni, eitthvað sem ég hef aldrei upplifað áður. Þannig að, já, maður upplifið samfélag allt annað hátt. Heildar, svona, þú talaðir þarna í byrjuninu á viðtalunum jólin 2014, var það ekki? Jú. Staðan núna 2000 svona það að koma jól 2020 Já. Þú verður að horfa tilbaka og hugsa núna að þú veist hefur allt þetta ferli, viðbröðin og allt þetta, þetta búið að fara betur en þú hefði þorað að vona? Já. Það bara þú veist, ég hafði aldrei kvartlað að mér að þú veist, ég ætti þetta að vera hamingjusöm. En þú veist, ég var alltaf með ákveðna mynd í huguna þegar ég fór þetta ferli. Ég sá alltaf fyrir mér hamingjusama konu. En ég er bara komið langt fram á þeirri mynd. Það er svolítið. Já. Þetta saman sem með ferðina, einu sem ég sá fyrir mér til að laga staði þessa ferð, undirbúningin, ég var heilt ára undirbúina, ég sá bara fyrir mér, sko, ég róa eins götusörinn aftur, búið með ferðina. Það er reynda að upplifa þá tilfinningu hvernig það væri að klára þessa ferð. Það var eina sem ég hafði hugað allir tíma, mér var undirbúið að róa ferðina. Þannig að þú veist, ég aldrei kvartlaði mér, ég mætti þetta fara viðtöl og hvað þá heila heimildamynd, podcast með Sölva Tryggva, þú veist, allt þetta sem ég er að gera. Halda fyrirlestra, mín aðalvinni í dag er að halda fyrirlestra ferli mitt á ferðina. Já. Hvað er svona megin inntaki í fyrirlestrunni? Það er ferlið, kynleitingaferlið, æskan, þú veist, unglingsárin, hjónarbandið, allt saman, bara allt það sem við erum að tala um eiginlega og meira til og plúsferðin. Það er svo miklu, það er oft svo rosalega auðvelt að sjá hluti svona þegar maður er komin svolítið frá þeim. Já. Og ég hef verið með fólk hérna í viðtali sem kom út úr skápnum sko fyrir löngu síðan eins og Margrét Pála sem samkynhneigð kona og okkur finnst einhvern veginn í dag bara svona vá, vorum við í alvörunni einu sinni þar að bara, þú veist, bara, hún misti bara atvinnutækifæri, fólk hætti að tala við hann og var bara eins og hún sagði sjálf, bara persóna non grata. Já. Hvað myndirðu segja í réttindabaráttu transfólks væri mikilvægast núna sem við munum kannski horfa á sem eitthvað skrítið þegar einhver x mörg ára eru liðin? Hvað mikilvægast núna? Ég bara, hvað er það sem er svona einhvern veginn stærst? Þú veist, hvaða kannski svolítið erfið spurning, en hver eru mest aðkallandi atriðin? Sko, við erum bara að mínu mati komið mjög langt. Ok. Og allan að með hvernig ég upplifið samfélagið og hvernig mér, þú veist, tekið allstæðar sem kem, þú veist, ég verð ekki fyrir neinu fordómi, ég er bara ég. Ég er einhvern hægt að líta á mig sem transkonu, ég er bara kona. Og þú veist, ég er kajakræðri, ekki transkona. Einmitt. En hvað getur maður sagt? Ætli sé ekki, þú veist, þessi lagali rammi, þú veist, áður fyrir voru við skilgreinda sem geðsjúklingar. Það var bara 2017. Og þá var ég með stimpil fyrir að vera geðsjúk. 2017, er ekki lengra síðan? Nei. Hvernig var það? Nú er ég ekki nógu fróður. Þetta var, sko, þú þurftir að fá ákveðna greiningu og þessi greining var skilgrein sem geðsjúkdómur. Og það er búið að afnema það sem betur fer, en þú þarf alltaf að fá einhverja greiningu til þess að geta að fengja einhverja meðferð. Jú. Þú veist, það vantar ennþá mér í fræðslu. Ég hef alveg talað við sálfræðing og lækn og allt það. Og það var nú bara fyrir árið síðan þá þurfti að tala gigtalæknir. Og ég var hjá honum í hálftíma og það fóru 20 mínútur þeim tíma að bara útskýra transmálinni fyrir hann. Já. Hann ég allir mér, 76. Já. Veist, ég hef talað við sálfræðinga og geðlækna og þegar ég er búin að tala við þá hafði bara þakkað mig fyrir fræðsluna og rukkað mig 15 skall. Veist, ég þarf að borga þeim fyrir að kenna þeim. Já, einmitt. Það er mín reynsla. Einmitt. 2008 fór ég upp á geðdeild að því mér leiði illa verið að vera klæðskiptingur á þeim tíma og geðlæknir sem talaði þar benti mér á prest út í bæsi og bara ná góðum árangri að affáma menn. Þetta var 2008. 2008? Já, það er 12 ára síðan. Þannig að þú veist tala við prest sem væri góður í að afháma menn. Já.
maður á bátt með að trúa þessu, sko. Þú veist, þessi maður aðeins geta rétt bara, þú veist, rétt með snuruna. Já, Bara það hengdi þig. akkurat. En bara hinn almenni heilbrigði starfsmaður veit ekkert transmálin. Nei, akkurat. Það er mjög lítið. Þannig að við erum komin mjög langt eftir að það vantar mér í fræðslu. Það er náttúrulega væntanlega þá eina af ástæðanum fyrir að þú ert að halda allir þessa fyrirlestra. Já, ég er búin að vera að fara í skóla og fyrirtæki og þú veist, eins og Óttar sagði, hvað var þetta, 40-50 einstaklingar á ári sem er að byrja ferlinu. Þú veist, í þessi litla samfélag Ísafirði veit ég 6 eða 7 einstaklinga. Upplifur svona þeir sem að þú tala við sem eru þar sem þú varst kannski fyrir segjum 10 árum, að það sé þessi svakalega togstreita eins og var hjá þér Já. áður en að fólk byrjar í ferlinu. Já, ég meina ég hef verið að tala á einstaklega sem eru að byrja núna og þú veist þeir einhvern veginn sjá ekki fram á að geta verið hamingjusamir eftir ferlið. Þú veist, það er hrættum að missa, þú veist, fjölskyldun sína, vini, hitt og þetta. Það er þessi hræðsla, þessi ótti. Einmitt. Við að missa eitthvað og veist ekkert hvað kemur í staðinn. Einmitt. Hvað því ég byrjaði eiginlega viðtalið á spurningunni sem ég enda oft á og það er svolítið búin að svara henni. Er eitthvað svona einhver skilaboð sem maður myndi vilja koma með bara í lokin? Eitthvað svona, þú veist, bara varðanda að því að þetta er eiginlega svona bæði kajakferðin og síðan leiðréttingaferli, þetta eru rosaleg ferðalög. Já. Og þú ert í raun og veru búin að lýsa því yfir að annað þeirra sé í raun og veru bara kittstöf við hliðin á hinu, sko. Já. Það sem ég langaði svolítið að sýna þjóðinni líka með þessari ferminni að transfólk væri bara venjult fólk. Og ég hef oft sagt þetta og þá ég held að fengi skot venjult. Það er ekki venjuleg maður sem ræðir hringinn í kring landið. Það er manneskja. en það sem að stendur upp úr eftir ferðinni hjá mér eru viðtökurnar sem ég fekk út allt land. Já. Ég held 7 fyrirlestra í litlum bæjarfélögum. Ég sleppti Reykjavík, ég ákvað að fókusar á þessi litlu samfélag út úr Akranes, Patrísfjörður, Húsavík og þessi staði, Reyðarfjörð. Að sama hver ég kom, mér var allstaða vel tekið. Mér var boðin hótelgisting, gistiheimilum, 4-stjörnu hóteli, gisting hjá bændinu vöknu kl. 5 á morgnana, þess að útbúa morgumat handa mér, havragraut og brauð og allt saman. Þannig að sama hver ég kom, hvaða fólki ég hitti. Þú veist, umræðin sundstæði á landinu, ég fór í allar sundlega sem komst í. Kjaftaði gamla fólki í heitupottunum. Aldrei neitt vandamál. Einmitt. Það er kannski það jákvæð að heyra þetta, að því við viljum oft selja okkur Íslendingar að við séum mjög langt komin og við séum ekki fordómafull þjóð og það er kannski mjög jákvæð að heyra að þú ert í raun og veru að lýsa því að fordómarnir hafi rosalega mikið verið hjá þér sjálfri. Já, ég meina það er alltaf einhverjir fordómar. Jú, þetta. En svo er bara spurning, ætla maður að fókusera á þá eða ætla maður að fókusera á jákvæða? Já. Ég meina, þú veist, kannski gallið að vera transmanniski í dag er tungumál okkar. Það er svo rosalega kyngjert, þú veist, kallagt. Akkurat. Þetta sæll og blessaður og þú veist, mér er hilsaði kallkynni hver minnist deg. Og gamli sjóarar í Ísafirði, sæll og blessaður. Einmitt. Og það er undir mér komið hvort að ég fyrir fílu heim grátandi yfir því. Þú veist, hann fyrir bara eitthvað, þú veist, sinni vinnu eða eitthvað. En ég tók það ákvörðum bara þegar þessi kall að segja svona við mig, þá segi ég bara sæl og blessuð og brosi. Svona, já, ertu svona hress í dag, þú veist. Og þá fatta menn og beðast afsökunar og leiða þetta sig. Já. En þetta er ekkert annað en vani. Nei, einmitt. Þessi menn eru búin að þekkja mig all ævi, þú veist, muna eftir púkunum hann að Veigari, sem var að leika á strákana þeirra. Þannig að þetta er vani. Og við erum bara svo óbóðslega vani. Einmitt. Allt sem við gerum. Já, við erum með áralangar skilyrðingar. Já, ég er alveg búin að fá að kynnast í, sko, þú veist, þó þetta ferli sé allt rosalega erfitt og flókið og allt það, en þá er rosalega margt fyndið og skemmtilegt sem gerist líka, sem maður getur haft gaman af. Þetta er líka frábæð punktur sem þú ert að koma með núna með að maður velur sjálfur viðbröðin. Já. Einhvern tíma var ég hvað ég var að gera í bílinn minn eitthvað, þetta var nokkrum mánuðum eftir aðgerð, að ég þetta hlaupa á klósti var eitthvað utaði mig. Ég hlaupa á klósti, lyfti setinu og grípi tónd. Þarna var það undirmeðundir sem kikkaði inn. Ég ætla að fara að pissa standandi. Ég skelli hló. Nei, það er hinn aftur. Það er bara vani. Þannig ég gerir rosa mikið grín að þessu sjálf. Já. Og hef mjög gaman að því. Já. Það væntanlega er mjög mikilvægt. Já. Mjög mikilvægt. Einhvern tíma var ég þarna maður sem bað maður að kenna konunum sinna kajak.
eldri maður í Ísafirði og svo var hann að segja þetta var annan kall líka, báðu konur í 70 og þá var hann að segja við hinn sko að já, það þýr ekkert fyrir mig að kenna, hún hlustar aldrei á mig og þá byrjaði hinn kallin líka, já, þessar kettlingar, það er svo mikið drama á vissinni, við vorum með eitthvað svona kalla tala milli mín, ég stóð og hlustaði og sagði, svo strákar, ég get alveg sagt ykkur það, allt sem heitir drama á vissinni mér, það fór með eistunum. Þeim sveldist á. Þannig að ég gerir hyggleg grín að þessu. Já. Láta það vera lokaorðin, allt drama fór með eistunum. Er það ekki góð lokaorð? Jú, er það ekki? Jú, aðeins mér. Dásamlegt að fá þig í heimsókn. Já, takk fyrir mig. Æðislega fyrir komuna. Takk. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mér langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið, að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.